Jæja Óskar, svekkjandi tap hérna í dag. Fannst þér þetta verðskuldað? Byrjum kannski á því. Nei, það fannst mér nú ekki. Það fannst mér ekki og þú veist, auðvitað er það þannig að það eru margar leiðir til að vinna fótboltaleiki og margar leiðir til að nálgast fótboltaleiki. Ég sá tvær gjörólíkar leiðir en mér fannst þér raunverulega KM ekki gera nógu mikið til þess að eiga skilið að fá eitthvað út úr þessu leik. En þú veist, við verðum síðan bara að taka ábyrgð á því að þeir þurftu ekki að gera meira. Það liggur okkar ábyrgð. Hún liggur í því að þeir skora 2 mörk sem að úr örfáum sóknum í leiknum og það er eitthvað sem við verðum að vera betri í. Mér finnst liðið fá of mikið fyrir of lítið á móti okkur. Einmitt. Sko frá mínum bæjardyrum séð, þá sást nú lítið til hans Eiðskauta í leiknum. Var það meira káavörnin eða meira þið voru ekki alveg nógu góðir í að finna hann? Ég er örugglega beggja blans en ég held að það myndi, þú veist, ef að glöggt skoða að þá er svo sem ekkert grín þegar það standa 3 fullorðna karlmenn í kringu þig á teiknum og faðma þig allan leikinn, þú veist. Það er bara, þú veist, en auðvitað liggur það líka hjá okkur, þú veist. Við þurfum að vera betri við að finna hann, við þurfum að nýta okkur ennþá betur, þú veist. Við fannst við náðum nokkur sinnum en þú veist, þetta er bara, þetta er erfiðast að fyrir sendir að vera einn upp á móti 5 manna vörn sem er samansett af 3 risastórum hafsendum og svo 2 mjög rútíneruðum og góðum miðjumönnum fyrir framan, Römer og Bjarni Aðalsteins. Þú veist, þannig að plássið var ekki, þar í miðjunni var ekki mikið. En þú veist, við þurfum bara að vera betri, við þurfum að bæta okkur í öllu. Þú veist, við þurfum að vera betri sóknarlega, við þurfum að vera betri í ákvarðanatökur, vítaboltar hraðar og svo þurfum við að sjá til þess að menn fá ekki mörk fyrir lágmarks vinnu, þú veist. Við þurfum að sjá til þess að menn þurfum að hafa meira fyrir því að skora í okkur. Nú náttúrulega því miður, Júlíus Mar, aftur meiddur er það ekki í hóp í dag. Jó, ég hugsa að hann verði nú klár á móti Skaganum. Þetta var nú kannski svona, við fórum heldur bratt í að spila honum 2 sinnum 2 heila leiki eftir langa fjarveru og hann svolítið að súpa seiðið af því. En ég á hann vona bæði hann og Finnur verði klárir á móti Skaganum. En svona kannski ljósapunkturinn, Gyrðir kemur inn og á að mínum mati fínan leik í vörninni. Gyrðir spilaði feikilega vel, mjög ánægður með hann. Það er ekkert auðvelt, ef þú ert búinn að vera úti í dálítinn tíma, þá er ekkert auðvelt að koma inn og stíga inn í þessa vörn sem spilar eins og hún spilar, eins hátt og hún spilar og stundum ertu bara 1 á móti 1, þannig að þú veist, Gyrðir leysti það mjög vel. Núna kannski, þú horfir fram á veginn, það verður kannski með 3 góða hafsenda ef Júlíus og Tómas komum tilbaka, vinnur fyrir ekki það? Þá kannski horfir þetta öðru sér við? Já, gera það kannski, sjáum hvað setur. Maður getur svo sem aldrei sagt fyrir vísu fyrir að þeir eru búin að æfa í nokkra daga en þú veist, þetta horfir til betri vegar, klárt mál. Herðu bara, takk kærlega fyrir viðtalið. Takk kærlega.